Sæl verið, ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Þegar ég tala þetta þá stutt í jól og ég er farin að hugsa jólin og það svolítið merkilegt að þetta orð jól nú ekki eiginlega kristilegt nafn. Það raun og veru komið úr heiðni og það getur við sagt líka jólatré og jólasveina að þetta allt saman úr heiðni. En við sem erum kristin, við fögnum í raun og veru fæðingu frelsar okkar Jesú Krist jólin. Það er það sem við gerum. Það sagði nú einn kona við mig, ef ég ætlaði að tala jólin, þá skildi ég minnast þess að Jesús nú orðinn fullorðinn. Jafnvel þó að við höfum það sem aðalteksta fæðingu frelsarans, að boð kom frá Ágústus keisara og svo framvegis og yður í dag frelsari fæddur. Að sjálfsögðu minnumst við alls þessa, en þessi tími svona tími í raun og veru í hinu veraldlega myrkurs. Það myrkur úti, en menn lýsa upp gjarnan híbýli sín og ekki bara híbýlin heldur bara umhverfið sitt. Það skraut á trjám, það ljós á trjám úti fyrir, í gluggum, út allt eru ljós. Og við tölum líka þessa hátíð, þessa fæðingahátíð frelsarans sem ljósins hátíð. Og hvers vegna gerum við það? Vegna þess að ef ég les úr Jóhannesar guðspjalli, þá segir Jesús á þessa leið: Ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Og mér langar svolítið að leggja áherslu á þetta með ljós. Það nefnilega stendur líka í upphafi ritningarinnar. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Og svo það fyrsta sem Guð segir í sköpuninni, þá segir hann verði ljós. Þetta þriðja versið bara bókstaflega í Biblíunni. Verði ljós, og svo stendur, og það var ljós. Og víðar getum við lesið í Biblíunni að þegar verið að tala ljós, eins og ljós heimsins, eða bara ljósið í mjög víðtækri merkingu, að þá bara bókstaflega verið að tala frelsana sjálfan. Og í Jóhannesar guðspjalli upphafi þess að þá segir svo: Allir hlutir urðu fyrir hann, þar segir Jesú, án hans var ekki neitt sem til en í honum var líf, og lífið var ljós mannanna, og ljósið skín í myrkrinu, og myrkrið tók ekki á móti því. Og svo stendur líka aðeins neðar í 9. versi, í 1. kaflanum Jóhannesi: Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki, hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. Og þetta er sorgleg setning í raun og veru að hans eigin menn. Og hverjir eru það? Það eru raun og veru allir menn á jörðinni. Það eru hans eigin menn, því að Guð skapaði himinn og jörð og hann skapaði loks mennina. Hann skapaði þig og mig og ætlast til þess að við göngum honum á hönd. Hann neyðir okkur ekki til þess, en hann ætlast til þess. Hann vonar það að við göngum honum á hönd og gerum það vegna þess að við elskum ljósið, elskum Guð, en forðumst myrkrið. Og það er merkilegt að það virðist vera í öllum. Ég nefndi jólaljósin og þennan tíma. Það í öllum að ganga ekki í myrkri heldur í ljósi, og menn jafnvel skreyta með ljósi til að minnast ljósins sem auðvitað frelsarinn sjálfur. Eina sanna ljós. Það svolítið merkilegt að það setning í íslensku, eða skulum segja bara orð í íslensku, og það þetta: upplýsing. Sögnin að upplýsa. Annað hitt var nafnorð, þetta sögn, að upplýsa. Og menn segja, já, upplýsa, já. Það þýðir nú eiginlega bara að öðlast þekkingu. Getur það verið eitthvað tengt þessu? Já, svo sannarlega. Það að öðlast þekking á Guði
að sjá Guð, að sjá ljósið og að sjá raun og veru hvað Guð vill með mig og vill með þig. Það má eiginlega segja það að þetta orð sko, að upplýsa og þetta orð ljós og í merkingunni Guð sé í raun og veru, táknar í raun og veru að sjá, þekkja og skilja og taka við. Og þegar maður hefur gert þetta allt, þá maður upplýstur. Og ég spyr þig, sko, þú upplýstur? Það fullt af fólki sem þykist vera upplýst. Til dæmis prestar, þeir hafa gengið í háskóla og telja sig vera mjög upplýsta. Læknar, verkfræðingar, viðskiptafræðingar sem koma út úr háskólum og þeir telja ef einhver upplýstur þá það ég. Og þegar auglýstar eru stöður hjá hinu opinbera þá spurt sko hvaða menntun hefurðu, hvað þú mikið upplýstur. En það svo skrítið að Guð almáttugur sjálfur, hann talar eiginlega speki heimsins og speki Guðs. Og Páll postuli segir til dæmis þetta: ég ásetti mér að vita ekkert á meðal yðar nema Krist og Krist krossfestan. Og hann talar líka eitthvað sem hann kallar sko heimsku predikunarinnar ljósið, ljós Guðs, frelsaran, gagnvart speki heimsins sem álítur það heimsku sem að Guð álítur visku og upplýsingu. Furðulegt. Já, það furðulegt, en við sjáum þetta orð ljós aftur og aftur í heilagri ritningu. Það bókstaflega út allt. Til dæmis í orðskviðunum segir eitthvað á þessa leið að þetta nú í orðskviðunum býður við. Það nei, ég að tala sálmana í 119. salmi að það segir að raun og veru orð Guðs sé lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Það það sem ég ætla nú að lesa það orðið rétt. Ég bara finn það ekki hérna hjá mér. En það líka þannig að í sálmunum sem við syngjum jólin og við nefnum jólasálma, þar minnst á ljós bara í sálmi eftir sálmi. Það til dæmis bara í sálmunum Himsum ból, að þar segir sko í öðrum versinu: heimi í hátíðir ný himneskt ljós lýsir ský. Og þetta ljós eitthvað sem hvorki meira en minni heldur Guð sjálfur. Og það stendur hérna: liggur í jötunni lávarður heims, lifandi brunnur hins andlega seims, konungur lífsvors og ljós. Og ljósvors, konungur lífsvors og ljós. Og svo segir svolítið merkilegt hérna í þriðja erindinu: heyra má himnum í frá, englasöng, halleluja, friður á jörðu því faðirinn fús þeim að líkna sem tilreiðir sér samastað síninu hjá. Sem sagt að við þurfum að tilreiða okkur, búa okkur samastað síninu hjá. Hvað þýðir það? Við þurfum að taka við ljósinu, eða við frelsaranu Jesú Kristi. Og í þessu jólaguðspjalli sem ég nefndi áðan, Lúkasarguðspjalli, öðrum kaflanum, boð kom frá Ágústus keisara, þegar englarnir komu á Betlihemsvelli, að þá sungu þeir og fluttu söng, þar sem þeir sögðu eða sungu: friður á jörðu því faðirinn já, fús þeim að líkna sem tilreiðir samasta sínum hjá, stendur í sálmunum. En þeir sögðu sko: friður með þeim mönnum sem Guð hefur velþóknun á.
Friður á jörðu með þeim mönnum sem Guð hefur velþóknun á. Og enn á ný þá spyrjum við, með hvaða mönnum hefur Guð velþóknun? Auðvitað þeim mönnum sem að Guð, sem að hafa tilreitt sér samasta syninu hjá. Og ég spyr það, ert það þú? Hefur þú tilreitt þér samasta syninu hjá? Kannski svarar þú já. Og hvernig hefur þú gert það? Með því að játa Jesú sem frelsarðinn og drottinn og þú hefur tekið við honum. Og það er eitt sem að Jesú segir í tengslum við það þegar hann segir ég er ljós heimsins. Hann segir líka þér eruð ljós heimsins. Þér eruð ljós heimsins. Það segir, við hvern talar hann? Hann talar við lærisveina sína það að þeir séu nú ljós af hans ljósi. Ljós sem að gengur út með fagnaðarerindið, út með boðin góðu. Og ég spyr þig og mig, er ég ljós af hans ljósi? Ég trúi því að svo sé, ég sé ljós af hans ljósi. Í raun og veru, þegar við komum hérna fram á sjónvarpsstöðinni Omega með fagnaðarerindið, þá er það ljós af ljósi Guðs, af Jesú Kristi. Þetta er alveg stórmerkilegt að hann skuli segja við okkur að nú, þér eruð ljós heimsins. Þetta segir þetta í Matteusarguðspjalli, 5. kaflanum. Hann segir þetta við lærisveina sína. Og bætir því við að ekki setja menn ljós og fela það undir rúmi, einhvers slag þar, heldur setja það á ljósastiku, til þess að það lýsi öllum í húsinu. Og við sjáum það hérna úti allan bæ, að menn setja ljós upp í tré til þess að lýsi og til þess að sé gleði fyrir fólk. Við hér á Omega, við sendum út þetta ljós. Og hvað er þetta ljós? Ég sagði áðan hérna að ljósi væri í raun og veru að sjá og þekkja og skilja og taka við hverju? Við orði Guðs. Og hérna, hvað þarf til þess að vera ljós af ljósi Guðs? Það sem þarf til í raun og veru er að gefa eitthvað af sjálfum sér, eitthvað ljósmeti til þess að logi á ljósinu. Þetta segir Jesús mjög skýrt í dæmisögu 10 meyjar. Það voru 5 vísar og aðrar fávísar. Þær fávísar höfðu ekki nægilegt ljósmeti og eyddu ekki nógu miklu, höfðu ekki keypt nógu mikið af olíu til þess að það lýsti. Þetta er þannig að það sem þetta merkir er það að þær sem voru vísar, að þær voru tilbúnar til að eyða miklu, að eyða lífi sínu í það að vera ljós. Þær gáfu líf sitt Guði, Jesú Kristi, til þess að vera ljós í heiminum. Og það er í raun og veru það sama og Páll segir það að deyja sjálfum sér. Ég lifi ekki lengur, heldur lifir Kristur í mér. Og hérna, að gefa líf sitt Guði. Og við spyrjum hvernig gera menn það? Hvernig gefa menn líf sitt Guði? Páll postuli segist ekki lifa lengur, heldur lifir Kristur í honum. Og spurning er hvernig er þessi kostnaður? Hvernig fer þetta fram með kostnaðinn af að ganga með Guði? Jú, það er þannig að þú ert tilbúin á hverju stundu að gefa eitthvað af þér. Gefa tíma, gefa peninga, gefa kærleika og svo framvegis til þess að aðrir eignist ljósið sem er Jesús Kristur inn í sitt líf. Og mér dettur í hug bara þessu augnabliki Snorri í Betel, Snorri Óskarsson. Sá maður, hann
kostaði miklu til, hann kostaði bókstaflega starfi sínu til þess að vera ljós inn í líf þjóðarinnar, inn í líf íslensku þjóðarinnar. Hann var ekki tilbúinn til þess að bakka með orð Guðs á nokkurn hátt, þó hann kostaði hann starfið. Menn töldu allt aðra hluti kærleika heldur en orð Guðs kallar kærleika og sannleika, og þetta kostaði hann starfið, Snorra í Betel. Snorra Óskarssons kennara á Akureyri. Og hvernig lifum við lífi með Jesú Kristi? Hvernig göngum við með honum á þennan hátt? Það er þannig að þú ert alltaf stöðugt á varðbergi og stöðugt í startholunum til þess að lýsa öðru fólki, til þess að vera vitni og vera vitnisburður með lífið þínu í hverju sem er. Það er til dæmis sagt með því að við vorum að tala hérna um daginn um hvernig maður geti í raun og veru svona í þessu daglega lífi lýst upp. Og menn voru að vitna og ég tók nú einn vitnisburð um það að ég sjálfur hefði einu sinni átt latabíl eins og svo margir í þessu þjóðfélagi áttu hérna í gamla daga. Einu sinni áttu menn latabíla, síðan áttu allir Volkswagen bíla. Ég veit ekki almennilega hvaða bíla allir eiga nú, kannski Toyota, en sýnst vera flestir af þeim á götunni. En á ákveðnum tímabili þá voru allir á latabílum, raun og enn fyrr þá voru allir á Moskvits. En það var þannig að latabílarnir ryðguðu fljótt og urðu slæmir. En það var nú eiginlega himnasending að rússneski togarar komu hérna mikið á tímabili og lönduðu fiski á jafnvel í Reykjavík. Og ég frétti það hjá einum ungu manni sem ég þekkti lítillega, svona förnum vegi, að það væri að ég gæti losna við latadrusluna mína með því að bara selja það rússneskum sjómönnum, selja hana bara á skip. Og hann bauðst mér að vísa mér á bryggju og koma með mér og það gerði hann. Vísaði mér á bryggju og ég keyrði bílinn niður á bryggju og þar hitti ég fyrir rússneska sjómenn sem voru bara á bryggjunni og þetta var risastór togari. Nú, það var ekkert með það að skipstjórinn, hann var aðalmaðurinn og sá strax að ég var komin eins og margir öðru höfðu verið, skildist mér, komin með latabíla til þess að selja og ég vildi gjarnan selja bílinn og ég fór að tala um þetta við skipstjórann og við fórum að deila um verðið og hann vildi nú ekki borga hátt verð fyrir latabílinn sem kannski vonlegt var. En við komumst loks að samkomulagi um verðið á latabílum. Og síðan tekið fram form til þess að skrifa afsal, bara upp á íslenska máta, eins og við skrifum löglegt afsal. Ég afsalaði með bílnum og tæki við peningum frá honum sem hann var tilbúið með í dollurum. Og þetta gerðist allt. Hann reiddi fram féð og við tókum fram skjölin en þá kom pabbi í bátinn, hann vildi skrifa helmingi lægra verð á skjölin. Bíllinn væri seldur honum á helmingi færri dollara heldur en hafa mig í höndunum að borga mér. Og ég sagði nei, við skrifum bara það sem þú ert með. Og nei, sagði hann, það skiptir einn þýðingu máli, hérna eru peningarnir. Skrifum bara helmingi lægra. Ég sagði nei, við skrifum bara rétt verð. Þá sagði hann, heyrðu, þú skilur þetta ekki almennilega, Ég ekkert að svíkja þig, þú fær bara peningana, við skrifum þetta verð og
og þá þetta búið. Ég sagði, nei, við skrifum rétt verð, við gerum alveg viðskipti. Þá sagði hann, heyrðu, nú skal ég útskýra þetta fyrir þér. Það var reynda túlkur, það var ungur maður sem var borð, hann talaði bara rússnesku sjálfur, sem túlkaði og sagði að hann sagði í gegnum túlkin að þetta væri til þess að hann slippi betur sko, þegar hann kæmi til Rússlands með bílinn og þá þurfti hann að borga tolla af þessu og þá slippi hann helmingi betur. Og ég segi það er alveg sama. Ég bara vil skrifa rétt verð og búndum. En þá brást hann bara reiður við, þessi skipstjóri og sagði, heyrðu, við bara hættum við viðskipti. Já, allt í lagi segi ég, bara hættum við viðskiptin og það þótti mér náttúrulega auðvitað leitt því að ég vildi losna við bílinn, mér fannst þetta var ágætt að losna við bílinn. Þannig. Svo ég bara fer upp í bílinn og keyri hann á stað og út á bryggjusporðinu og sný honum við og keyri svo upp bryggjuna aftur en þá hleypur hann í veg fyrir mig þessi skipstjóri og stoppar mig og náttúrulega ungi maður sem var túlkur fyrir hann og hann veið á mér og ég stoppa og þá segir hann já, við skulum bara gera þetta svona eins og þú vilt. En hann var nú ekki blíður á manninn. Og við setjumst aftur við skriftir og skrifum þetta eins og ég vildi hafa þetta og tókum svo í hendur. Og þessi ungi maður sem hafði verið með mér og vísaði mér og kom með mér, sem ég þekkti lítillega, hann var alveg snar ruglaður á þessu, okkur ég hagaði mér svona. Og hann segi, hvað ætlar að verða af viðskiptunum og svona, sagði hann áður heldur en að ég ætlaði í burtu. Og ég sagði, já, ég bara, við höfum þetta svona. En svo þegar viðskiptin hafa á sér stað, eftir mínu höfði, þá labbaði ég í burtu náttúrulega, var ég að labba í burtu því að ég kom á bílnum, svo ég labba á stað. Svo þegar ég komin allangt í burtu, þá heyri ég kallað og ég lít við og þá það skipstjórinn aftur. Hann kallar á mig. Og ég stoppa og hann svona labbar í áttina til mín og bendir mér að koma aðeins og tala við sig meir. Og ég geri það og hann segir við mig, kemur með unga túlkinn sem var rússi líka með sér og unga manninn og spyr mig, heyrðu, segðu mér annað sko. Okkur hagaði þú þig svona? Hvers vegna hagaði þig svona? Þetta gerir enginn. Ég er búinn að selja hérna fullt af bílum kaupa hérna fullt af bílum og þeir eru borð og sér þá hérna á þilfarinu. Og hvað á þetta að þýða? Okkur hagaði þig svona? Nú getur þú bara sagt mér þetta, nú erum við búin að gera viðskiptin, það breytir engu hvað þú segir. Og ég segi við hann, það er vegna þess að ég er sko kristinn maður. Ha, segir hann, kristinn erum við það ekki allir. Kristinn? Ég segi, já, ég er kristinn maður. Og svo segir hann, hvað meinarðu með þessu? Þá segir ég, sko, orð Guðs segir, sko, gjaldi keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Ha, segir hann, já, það stendur. Hann viðurkenndi það. Og þá segir hann, hvað, tekur þetta alvarlega? Og sannarlega segi ég tek þetta alvarlega. Þetta er Guðs orð. Og viti menn að þá færist breitt bros á mannin. Og hann verður bara glaður og segir, já, heyrðu, þú ert alvöru kristinn, segir hann þá. Og þá segi ég, já, að ég vil vera það, allavega. Ég vil reyna að fylgja orði Guðs og vera sannur. Og hann verður þetta bara, ég er alveg hissað því að hann verður bara kátur yfir þessu. Og hann tekur aftur í hendina á mér og einhvern tann sko hann bara blessar hann mig og með þetta fór ég og ég sé það bara ungi maðurinn sem var að túlka fyrir hann var líka
þetta hafði einhver áhrif á hann og líka svo sem hafði komið með mig, Íslendingurinn sem var líka ungur maður sem hafði vísað mér á þetta, hafði komið með mér. Hann var líka hissa á þessu og við erum að tala um ljós. Hvað það hvað að lýsa í þessum heimi. Og það í raun og veru það, ef að Jesús hefur sagt við mig og við þig að við séum ljós heimsins. Hvernig erum við það? Hvernig gerist það? Hvernig hagaðum við mér á degi til dags? Ég haga mig þannig að ég fylgi orði Guðs. Já, bara í orði kvennu. Ekki ef það kostar mig eitthvað. Ég missa viðskiptum eða, ég meina, mann getur ekki alltaf fylgt orði Guðs, ég meina það ekki hægt. Það nefnilega hægt því að Jesús gerði það. Það hægt. Hún spurði mig, en gerir þú það alltaf? Nei, því miður ekki, mér tekst það ekki alltaf. Því ég ekki, Jesús. Ég ekki fullkominn maður. En ég reyni það, svo ég reyndi að segja við þá, ég reyni að lifa sem kristinn maður. Og það þannig að alltaf kostar þetta okkur eitthvað. Þetta bara þannig. Ég nefndi hérna Snorra í Betel. Hvað kostaði það hann að fylgja Jesú? Það kostaði hann bara starfið, bara lifibrauðið. Það kostaði hann einhvern veginn allt að fylgja orði Guðs. Og hvernig get ég verið ljós í þessum heimi? Ég geta og það núna á þessu augnabliki, ég trúi því, með því að tala við þig, standa hérna og tala, þá trúi ég því að ég sé í hlutverki þess sem að Jesús hefur sagt mér að vera þegar hann hefur sagt þér eru ljós heimsins og ég trúi því líka að þú geti verið ljós heimsins. Og til dæmis ef þú styður að fagnaðarerindi gangi út, til dæmis sjónvarpsstöðin Omega, þá engin vafi á því fyrir mér að þú ert ljós heimsins. Þú ert ljósi Jesús. Ef þú stendur á bakvið það að orðið gangi út, eins og þetta orð sem ég búin að vera að reyna að segja hérna og reyna að tala, að þá ert þú að sjálfsögðu ljós heimsins. Og hérna, núna í Morgunblaðinu fyrir 2 dögum eða svo, þá hérna mynd af Eiríki Sigurbjörnssyni, reyndar, og hérna, þar sem viðtal við hann í Morgunblaðinu og þar talað um að hann breiði út fagnaðarerindið, það kristilega sjónvarpsstöðin Omega. Og það gerir hún að sjálfsögðu og gerir á þessu augnabliki þar sem þú ert að hlusta. Og hérna, það einn höfundur af sálmum sem alveg sérstakur og ég vitnaði hérna áðan í Heimsum ból sem eftir Sveinbjörn Egilsson textinn. En það annar höfundur sem hefur gert mikið af sálmum sem við notum mikið á Íslandi og hann heitir Matthías Jochumsson. Hann hefur til dæmis gert þjóðsöngin okkar og í þjóðsöngnum einmitt minnst líka á þetta ljós sem að Guð Það stendur til dæmis í 3. versunni í þjóðsöngnum okkar og Guð vors lands og lands vors Guð, við lifum sem blaktandi strá, við deyjum, ef þú ert ei ljós það og líf, sem að lyftir oss duftinu frá. Við deyjum ef þú ert ei ljós það og líf, sem að lyftir oss duftinu frá. Þetta nú bara þjóðsöngurinn okkar. Þetta sálmur sem að hann nefndi Matthías nefndi lofsöng, við köllum þjóðsöngin. En hann heitir lofsöngur hjá Matthíasi. Hann skrifar annan sálm sem allir þekkja líka og hérna mikið notaður bæði í kirkjulegum athöfnum og líka til dæmis við útfarir og það lífsmilda ljós. Alltaf hann að tala ljós. Ljós heimsins
Lísmilda ljós í gegnum þennan geim, mig glepur sín, því nú nótt og harla langt heim, og hjálpin mín. Svo segir hérna í 3. versinu, þú ljós sem ávallt lýsa vildir mér, þú logar enn. Í gegnum bárur brim og voða sker, nú birtir senn, og ég finn aftur andans fögru dyr vegna ljóssins sem við mér skín frá frelsara mínum Jesús Kristi. Og svo eitt enn sem hefur nú verið kallað barnasálmur. Og faðir, gjör mig lítið ljós, lífs mín stutta skeið, til hjálpar hverjum hal og drós, sem hefur vilst af leið. Og enn koma að þessu þegar við biðjum það, að við séum virkilega ljós af ljósi heimsins. Og við viljum það, þá kostar það okkur alltaf eitthvað. Það kostar að ganga á móti straumnum. Hugsaðu þér, ef til dæmis alþingismenn, að þeir fylgdu þessu, væru tilbúnir til að fylgja orði Guðs á hverju sem gengi og vera ljós. Hvað myndi gerast? Og allir alþingismenn fylgdu þessu. Fylgdu þessu sem stendur í sálmónum sem þeir sjálfur að syngja og biðja Ef þeir gerðu það nú, hvað myndi gerast? Það kæmi slík blessun yfir þjóðina. Við hættum að deyða börnin okkar í móðurkviði vegna þess að það væri ólöglegt, það væri stöðvað með lögum. Við hættum að gefa saman í svoköllu hjónaband kynvillinga sem algjörlega á móti Guðs boðum. Hugsaðu þér ef þú ekki væri nema þetta tvennt og hættum að fylgja einhverju sem menn kalla mannréttindarboð sem að ganga í móti Guðs orði. Svokölluð mannréttindi. Menn vitna frekar í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna heldur en í orð Guðs. Ljós lífsins sem orð Guðs. Og ég nefndi hérna áðan úr Davíðsálmunum, það er 119. Davíðsálmi, að orð Guðs væri ljós á vegi mínum, lampi fóta minna og ljós á vegi mínum, stendur það nú víst orðrétt. Það getur ekki verið að fletta þessu öllu upp. En jólin að nálgast, hátíð ljósins. Þú hefur lýst upp heimilið þitt ef til vill og kannski garðininn, en hefur lýst upp þitt eigið hjarta. Er það upplýst af orði Guðs? Er upplýsing þar? Hér er sú upplýsing og þetta þýðir líka opinberun. Ég sagði hérna áðan að það væri að sjá Guð, sjá orð Guðs, þekkja og skilja og taka við orði Guðs. Og maður hefur ekki tekið við orði Guðs fyrir maður fylgir því. Ég vil enn nefna Snorra í Betel. Hvað að fylgja orði Guðs? Það þetta sem að Snorri í Betel gerði þegar hann var fús að kosta til starfinu sínu. Og það sem ég vitnaði hér áðan virtist ekki kosta mig neitt, það kostaði mig ekki neitt. Ég seldi bílinn, þó að ég vildi, ég var tilbúin til að kosta því til sem kostar og missa af söluna á bílnum vegna sem heimurinn myndi kalla sérvisku og kenjum. En það ekki svo. Og þegar þú gerir þetta og fylgir orði Guðs, þá hefur þú áhrif á, þá ertu ljós, þá lýsir þú. Þegar þú gerir þetta. Þú gerir þetta í daglega lífi. Þú segir og gerir
þar sem að Guðs orð segir. Þú ert ekki þar sem ekki á við að þú sért. Hvar getur það nú verið? Í hópi þeirra sem hafa Guð að háði, þar ert þú ekki. Heldur dvelur í hópi þeirra sem að lofa Guð. Það til og með hér í salnum, er það ekki? Það sem við erum, það sem við lofum Guð, í kirkju Drottins. En allt getur breyst. Guð er nefnilega þannig, sko, að hann er fyrirgefandi Guð. Og nú á þessari stundu að þá getur þú fyrirbúið þér samastað syninu hjá. Sem sagt, að þú getur gert eins og stendur í jólasálminum. Þú getur gert nákvæmlega þetta. Þú getur tilreitt þér samastað syninu hjá. Sem stendur í síðasta sálminum himsinból, heyra má himnum í frá, englasöng, halleluja. Friður á jörðu því faðirinn er fús þeim að líkna sem tilreiðir sér samastað syninu hjá. Hvers vegna ekki að gera það nú? Nú? Já, nú. Og þessari stundu? Já, þessari stundu. Hérna? Já, hérna eða þarna. Það sem þú situr, sko, fyrir fram að sjónvarpið. Og hvernig gerir ég það? Hvernig gerir þú það? Með því að játast Jesú Kristi. Það er bara gert svona. Það er ofboðslega einfalt. Það er bara að fá einn orð. En ef þú gerir það á hjarta og meinar það, þá breytir það öllu. Það breytir lífið þínu og breytir bókstaflega heiminum. Ef þú gerir þetta. Ég breytir það heiminum. Ef ég játa Jesú, það gerir það, já. Það breytir nefnilega heiminum vegna þess að þú ert svo mikilvægur í augum Drottins. Þú ert svo mikilvæg í augum Drottins að það skiptir öllu máli. Þú ert meira virði en allur heimurinn, segir Biblían. Og ef að þú gerir þetta á einlægni og verður lærisveinn Jesú, ljós af ljósi hans, þá mun hann nota þig. Mig? Já, þig. Hann mun nota þig. Hann mun nota þig til þess að vitna sig. Með hverju? Með svona dæmi eins og ég sýndi þér með mig. Þar sem þú gengur þar sem þú segir, það breytist og mun breytast. Og nú skulum við játa Jesú. Bara svona. Himneski Faðir, ég kem fram fyrir þig og játa ég hef syngað gegn þér. Viltu fyrirgefa mér syndir mínar? Og ég þakka þér fyrir að þú gerir það, þú fyrirgefur. Því að þú er sagt að þú muni fyrirgefa þeim sem að snúa sér og gera iðrun. Nú geri ég iðrun, taktu við mér sem barni þínu. Frelsaðu mig. Lýstu mig upp með ljósi þínu, orðið þínu. Hjálpaðu mér að lesa orðið þín. Fylltu mig á anda þínum og krafti þínum í Jesú nafni. Og allt fólki sagði amen. Og Guð blessi þig og gleðilega hátíð. Hvað er það að segja? Það var allar maður þóra að segja jól, en gleðileg jól eða gleðilega fæðingarhátíð frelsarans í Jesú nafni. Guð blessi þig.